Ok, en ætlum við að finna sem sagt sínus, kósinus og fúriéröð fyrir fallið pi sem sínus af pi t. T er á bilinu 0 til 1. Já, við byrjum að skrifa hjá okkur að við ætlum að útvíkka fallið hérna þegar við finnum sínusröðina. Það útvíkkum við fallið á bilinu mínus 1 til 1. Og við ætlum að útvíkka það andstætt. Það þýðir að t er 2, lengd bilsins, og omega er 2pi deilt með t, sem sagt pi. Nú, ef við skoðum að summuna hérna, þá sjáum við akkurat þegar n verður 1, þá erum við sínus af pi sinum t, sem er einmitt fallið mitt hérna. Þannig að við getum séð bara út hérna að bn er pi, ef n er 1, þá fæ ég pi sinum sínus af 1 pi t, sem er akkurat fallið mitt, og þá bara 0 annars. Og málið er leyst. Sínusröðin er f af t er jafnt og pi sinum sínus af pi sinum t. Fyrsti liðin verður pi, þá fæ ég pi sinum sínus af pi t pluss 0, pluss 0, pluss 0, pluss 0, pluss 0 og eftir stendur bara akkurat fallið sjálft. Nú, ef maður fyrir út í æfingar með að reikna út stuðlun með heildinu, sem er bara fínlegi, þá ætti maður að komast að sömu niðurstöðu vegna þess að heildin lítur svona út, við heildum frá 0 upp 1, 2 sinum sínus pi t. Ég gleyma að margfalda hérna með pi í þessu heildi. En það þýðir bara að það er fastinn pi hérna upp á. Og sjáum að sínus af pi sinum n er alltaf 0, en akkurat þegar n er 1 þá er ég með 0 undir striki hérna, þannig að þetta heildi er ekki skilgreint fyrir n jafnt á 1. Þannig að þessi niðurstaða, þannig að ég segi hérna, reiknum það bara sér. Akkurat þegar ég set n jafnt á 1, þá fæ ég út stuðlinn 1 sinnum pi reyndar hérna, ég glemdi að skrifa inn pi. Okay. En þetta ætti að gefa sem sagt nákvæmlega sömu niðurstöðu og ef við sjáum bara út hvernig lausnin er. Og þá fyrir við í b-liðin og það er alltaf að finna kósinusröðina. Kósinusröðin lítur svona út, næstu því. Þannig er hún komin. Til að finna hana þá útvíkkum við f jafnstætt aftur á bili mínus 1 til 1, þannig að t omega er eins og þau voru áðan og nú þurfum við að reikna út stuðlana. Við fáum í fyrsta lagi að bn er 0 fyrir öll n sem eru náttúrulegar tölur vegna þess að útvíkkaða fallið er jafnstætt. Útvíkkað er jafnstætt. Okay, þá ætlum við að reikna út fastan. Við byrjum á a0. Það er 2 á móti t heildi frá mínus 1 upp í 1 af f útvíkkað dt. Ok, nú veit ég ekki hvernig formúlin er fyrir f útvíkkuð, ég get fundið hana, en í staðin fyrir að spá í hvernig það er útvíkkað, þá get ég sagt, já, ég veit að útvíkkafallið mitt er jafnstætt, þannig að ég get alveg heildað 2 sinum frá 0 upp 1, bara fallið pi sinum sínus af pi t, vegna þess að akkurat á bilinu 0 til 1, þá er útvíkkað fallið mitt náttúrulega nákvæmlega svona. Og þetta sem ég byrjaði með. Og svo reikna ég út úr þessu heildi og ég fæ svo mikið 4. Þá er það an. Það er 2 á móti 2 heildi frá mínus 1 upp í 1 af f útvíkkað sinnum kósinus af n pi t dt. Og aftur hugsa ég útvíkkað að fallið mitt er hérna jafnstætt og jafnstætt fall sem jafnstætt fall er jafnstætt fall. Þannig að ég get alveg í staðinn heildað bara 2 sinum frá 0 og upp í 1 og þá er útvíkkað fallið mitt hérna pi sinum sínus af pi t. Og við reiknum út úr þessu og við fáum svo mikið sem 1 á móti n plus 1 mínus 1 á móti n mínus 1 sinnum mínus 1 í enda pluss 1 á móti n plus 1 mínus 1 á móti n mínus 1 sem svona, og við sjáum að þetta er ekki skilgreint ef n er rétt á 1, þannig að við myndum þurfa að reikna hann sérstaklega, en fyrst skulum við einbeita okkur aðeins að því að segja ok, og hérna ástanda n mínus 1, skulum við segja, já, við sjáum að ef að hérna stendur bara pluss 1, ef að sem sagt n er sléttala, þá er þetta hérna alveg eins liður, þetta hérna, sérstæðum í þessum svegi, alveg eins liður þessu hér, þannig ég er með 2 sleiðis. Þannig ég er með 2 svo sinnum 1 á móti n plus 1 mínus 1 á móti n mínus 1
ef n er sléttala. En aftur á móti ég með 0 ef n er oddatala. Ok, reyndar oddatala sem er ekki 1, við skulum pröfa sérstaklega 1 og það er það heildið af 2 sinnum pi sinnum heildið frá 0 upp í 1 af sínus af pi t, sem ég tók pi sinnum sínus pi t út fyrir sviga, sinnum kósinus af ekki n pi t heldur 1 pi t, það er akkurat að reikna a1, og út úr þessu kemur 0. Þannig að þetta hérna 0 ef n er oddatala er satt fyrir allar oddatölur. Og kósinusröðin okkar er þá f af t er a0 deilt með 2, þess að 4 deilt með 2, mínus 2 sinnum summan sem byrjar í 1 og fer upp í óendanlegt af 1 á móti n plus 1 mínus 1 á móti n mínus 1 sinnum kósinus af n pi t, en munið við ætlum bara að taka með þau n þar sem að n er sléttala. Þannig að hér á að standa 2n og hér á að standa 2n og kósinus af 2n pi t. Nú, það hefði líka verið hægt að einfalda þetta hérna brot í brotið 2 á móti mínus 2 sinnum mínus 2 á móti n í öðru plus 1, sem sagt hérna mínus 4 á móti n í öðru mínus 1, sem svona. Og þá hefði röðin okkar orðið 2 mínus 4 sinnum summan n fer frá 1 upp í óendanlegt af 1 4 á móti, nei 4 er komin 1 á móti 2n í öðru mínus 1 sinnum kósinus af 2n pi t, sé svona. Það er hérna svinir hér. Ok, ef maður vill einfalda hérna þetta brot þarna. Bæði er ljómandi fínt. Nú finnum þá að lokun Fourier-röðina fyrir fallið. Og nú erum við bara með fallið skilgreindabil 0 til 1, þannig að t er 1 og omega er þá 2pi. Og við reiknum alla stöðluna. A0 er 2 á móti 1 sinnum heildi frá 0 upp í 1 af fallinu bara sjálfu, pi sinnum sínus af pi t. Heildum þetta fáum 4. An er 2 á móti 1 heildi frá 0 upp í 1 pi sinnum sínus af pi t sinnum kósinus af n sinnum 2 pi sinnum t, dt. Og út úr þessu kemur svo mikið sem 1 á móti 2n plus 1 mínus 1 á móti 2n mínus 1 og það sinnum kósinus af 2πn sem er alltaf 1. Og allt þetta lagt við 1 á móti 2n plus 1 mínus 1 á móti 2n mínus 1. Nú við sjáum að þetta eru 2 svona liðir og 2 svona liðir í mínus. Þannig að við leggjum það saman. Fáum hérna rétt á 2 á móti 2n plus 1 mínus 2 á móti 2n mínus 1. Og við getum gert hérna samnefnt. Það fáum við, tökum bara 2 til sviga. Og með 2n mínus 1 mínus 2n plus 1 í mínus deilt með 2n í öðru mínus 1 í öðru. Þannig að það verður 2n mínus 2n er 0, mínus 1 mínus 1n mínus 2, það verður mínus 4, allt í allt deilt með 4n í öðru mínus 1, sé svona. Svo er það πn-stuðlanir, 2 á móti 1 heildi frá 0 upp í 1, pi sinnum sínus af pi t, sinnum sínus af 2n sinnum pi sinnum t, dt. Og út úr þessu fáum við eitthvað svo mikið sem 1 á móti 2n plus 1, mínus 1 á móti 2n mínus 1, sinnum sínus af 2 sinnum n sinnum pi. Það voru 2 hérna. Og við sjáum að það getur aldrei komið 0 undir striki hérna, þannig að n er náttúruleg tala, getur ekki verið hálfur eða mínus hálfur. Og
sínus af NPT er alltaf 0, þannig að þessi stuðlar eru greinilega 0. Þannig að við segjum Fourier-röðin er f af t er jafnt og a0 delt með 2, sem sagt 2, pluss summan, sem byrjar 1 og hann fer upp í óendalegt, af -4, og að því að b-stuðlar er 0, þá ætla ég að taka bara hérna -4 út fyrir sviga. 1 á móti 4n í öðru -1 sinnum kósinus og 2 sinnum n sinnum pi sinnum t. Sér svona. Og hérna hefur við ekkert talað á hvaða bili þessar raðir gilda, þetta er það sama sem merki gildir, en sannarlega gildir þetta að minnsta kosti á bilinu frá 0 upp í 1, og svo þarf maður að skoða hvernig fallið lítur út, hvernig útíkunin er. Þetta er sem sagt jafnt fallinu sínu allstaðar sem fallið er samfellt, ef það er líka diffranlegt á köflum. Þannig að hér myndi það vera alveg örugglega á bilinu 0 til 1 og svo þurftum maður að skoða sérstaklega fyrir utan það bil. Við látum þetta duga hér.